Öll þurfum við að borða til að lifa af og með neysluhegðun okkar getum við haft gríðarleg áhrif með fæðuvali okkar og hvað umhverfisáhrif og heilsufarsleg áhrif varðar. Innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í kennslu við matvæla- og næringarfræðideild á því vel við. Á svipum tíma og sjálfsmatsskýrsla sem deildin gerði kom út Lancet-skýrslan en í henni fjallað í stuttu máli mikilvægi þess að skoða mataræði út frá umhverfisáhrifum og hversu miklu máli það skiptir að breyta mataræði íbúa jarðarinnar í átt að grænni kosti. Þarna var komin afar mikilvægur hvati til að tengja matvælafræðina og næringarfræðina ennþá betur saman en gert hafði verið og tækifæri til að endurskoða námið við deildina í ljósi heilsu manns og jarðar. Hugmyndafræði endurskoðunarinnar í og var að skipuleggja námsleiðina og að það skipulag sé kvikt, að nemendur fái þá menntun sem þeir þurfa út frá námskröfum til að fá löggildingu að námi loknu, en leið mæta væntingum nemenda hvað þeim þykir áhugavert, ásamt að námið horfi til þeirra samfélagslega áskorana sem eru mest á döfinni hverju sinni, svo sem þær ógnir sem loftslagsbreytingar sem allir jarðarbúar standa nú frammi fyrir. Innleiðing kennslu í sjálfbærni við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands byrjaði haustið 2022 og því komin ágætis reynsla á hana. 2 námskeið í grunnnámi taka sérstaklega við viðfangsefninu auk þess sem betri tenging hefur verið gerð í öðrum námskeiðum. Námskeiðin 2 sem umræðir annars vegar inngangur að næringarfræði, matvælafræði og sjálfbærni sem kennt á fyrstu önn í BS-námi í matvæla- og næringarfræði. Námskeiðið þannig settu upp að nemendur halda 3 daga matardagbók. Næringarfræði hluti námskeiðsins fer svo í gegnum næringarfræði mataræðisins, matvælahlutin fjallar svo framleiðsluhætti matarins og svo bindur sjálfbærnin saman þætti næringar og framleiðslu matvæla þar sem nemendur reikna út umhverfisáhrif af eigin neyslu og tengingum matar og næringar við heimsmarkmiðið Sameinuðu þjóðanna. Þannig fá nemendur grunnþekking á mikilvægi sjálfbærninnar og tengslum við framtíðarstarfsvettvang þeirra og áhrif neyslu matvæla á umhverfi og samfélag. Hins vegar það námskeið sem fjallar og kafar ofan í fæðukerfi og fæðuöryggi. Fjölbreytileika þeirra og hversu flókin þau eru út frá öllum hliðum sjálfbærni þar umhverfi, efnahag og samfélagi. Þetta námskeið kennt á 3. önn BS-námsins. Í því námskeið meðal annars fjallað hvaðan maturinn kemur og hvernig kerfin sem þau treysta á tegja anga sínum allan heim sem getur haft áhrif á fæðuöryggi á Íslandi. Það til dæmis við þegar við greinum uppruna dýrafóðurs til mjólkurframleiðslu sem kemur meðal annars frá Brasilíu og Kína. Nemendur eru þjálfaðir í kerfishugsun sem nauðsynleg til að við áttum okkur á hvernig kerfi virkar og til dæmis greina hverjir styrkleikar og veikleikar kerfanna eru. Reynslan af innleiðingu sjálfbærni í nám við matvæla- og næringarfræðideild jákvæð og nemendur eru heilt yfir jákvæðir í garð þeirra námskeiða sem taka sjálfbærni í námi þeirra. En betur má duga skal og deildin stöðugt að skoða hvernig bæta megi námið enn frekar, líka á meistarastigi með aukinni innleiðingu sjálfbærni í kennslu og rannsóknum og því við þurfum öll að leggja okkar lóð á vogarskálarnar eigi Ísland og heimurinn í heild að ná til dæmis heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna innan tilskilins tíma.